Planið var að verða dýralæknir, en söngkonan var alveg til hliðar og var alltaf syngjandi með, þannig að bara syngjandi dýralæknir. Heim hjá mömmu og pabba, það alltaf Eurovision partí þar. Ég var hás, sko. Ég var búin að öskra svo mikið. Ég reyndar á ekki iPod, en svona í bílnum þá hlusta ég mikið á Antonina Johnsons og lagið heitir Hope There's Someone. Ég alveg elska það. Já, uppáhalds Eurovision minningi mín er þegar Selma komst í annað sæti. Mér fannst það alveg, maður bara hæperspenntur, sko, alveg að missa sig. Þannig að það svona, það sker úr. Sko, maðurinn minn segir að þeir séu geðveikt margir, en ég vissi það ekki. Ok, dýrin mín, ég á kött og hund, sko, þau sofa bæði upp í og fá eiginlega mesta plássið í rúminu. Og svo leyfi ég þeim að klára morgunverðardisknum þegar ég er búin að borða morgunmatinn. Halli minn! Já, ég er alveg mjög gjörn það, en það má enginn taka eftir því. Alveg svona típiskar ástarmyndir og ástarþvælur, það var ég dottinn, sko. Það er bara að vakna. Þú veist, ok, ég get alveg vaknað, en að vakna á morgnana, það er alveg bara fyrsta lagi kl. 10, þá er hægt að ýta við mér, sko. Þegar ég var nýbúin að kynnast manninu mínum, þá bauð hann mér á Sigurrósatónleika, útgáfutónleikar í Háskólabíó. Það var æði. Kolfjall fyrir honum þar. Það heillaði mér rosalega þegar Guðrún Árný tók Andvaka. Mér finnst það alveg æðislegt lag. Ég safnaði villiköttum þegar ég var lítil. Í kjallaranum heim hjá mömmu og pabba. Ég er með svona dýra áráttu, sko. Jesús! Bara sjúpidú!